Komið sæl og blessuð, kæru vatnsmerki. Hvað segið þið? Ég ætla að lesa fyrir ykkur núna fiska, krabba og sportdreka. Og við ætlum bara að sjá hvað spilin segja okkur. Hvað þið eru að bralla. Reykjálsið er að komast á, svona. Eitt sem ég ætla að gera hérna en ég byrja að lesa. Skella á mig smá handabyrði því að ég er oft svo þurr á höndunum og mér finnst það verða svo áberandi þegar ég er hérna í myndavélinni. Svona, allt annað líf. Þá getum við farið að stokka. Vatnsmerkin mín góð. Krabbi og sportdreki. Þá byrjum við. Wow. Vatnsmerkin, bara tilfinningaflæði í gangi. Ég les aldrei spil á hvolfi. Þau segja mér ekki þannig. Þannig að ég sný alltaf við. Sumir gera það, sumir lesa spilin á hvolfi. Ok, skotnar, ég ætla að reyna þetta þannig að þið sjáu spilin. Svona mestu leyti. Ég færi þetta svo aftur og eftir. Ég vil líka að þið sjáu hérna miðjuna. Ok, það er allavega hérna, þið byrjið hérna með miklu tilfinningaflæði sem er reyndar sko eitthvað sem til er í fortíðinni eða er búið að vera í gangi. Sum ykkar kæru vatnsmerki eru hreinlega nýbyrjuð í sambandi eða eru það að uppgötva ástina á nýjan hátt eða á nýjan leik eftir að hafa klárað ákveðin kafla í ykkar lífi, eftir að hafa lokað einhverjum dyrum, klárað einhvern pakka, útskrifast, hvernig sem við eigum að svona orða það. Ef til vill hafið þið verið í sambandi sem nú er búið og eru nýstigin inn í annað samband, allavega opin fyrir því. Ok. Einhverju hluta vegna flæða samt áhyggjurnar hérna í gegn með tilfinningunum. Einhvers konar erfiðar hugsanir, kvíði, þið að spá og spekulera hvernig hlutirnir eigi að ganga upp. Er eitthvað við þessa tilfinningatengingu sem er að valda ykkur þessum kvíða? Er eitthvað sem þið teljið ykkur ekki vera að ráða við? Er einhverjar upplýsingar sem eru búnar að svona slá ykkur svolítið út af laginu? Það er spurning hvað það er. Það getur verið tenging hérna við börn eða ungmenni. Eitthvað þannig sem að spilar inn í sambandið ykkar. Kannski gengur sambandið ekki alveg upp út af athyglinni sem að börn
þurfa að fá, annarkvort þín börn eða börn hins aðilans. En allavega er tengingin komin á, hvað sem að sambandið er komið á fullan skrið eða ekki, og tengingin er mjög falleg og það fer ekkert á milli mála að þetta eru tveir aðilar sem að þykir afskaplega vænt hvorn annan. En eitthvað er að valda þér hugarangri og þú munt senn komast að því að þetta hugarangur er dálítið ýkt. Kæra vatnsmerki, þú ert kannski að ofhugsa hlutina. Þið eru viðkvæm vatnsmerkin og þarf ef til vill lítið til að slá okkur út af laginu. Þú þarft að sýna þolinmæði. Ég veit ég segi þetta allt of oft og þetta er ekki að skemmtilegasta sem að fólk segir við mig. I know. Þetta er stór lærdómur fyrir marga, sýna þolinmæði og biðlund. Sko árangurinn, hann á eftir að sýna sig hérna. Það eiga eftir að koma hlutir, efnislegir hlutir til þín, jafnvel bara peningar, eitthvað peningaflæði, eitthvað flæði af því sem að þú telur að þig vanti. Kannski ertu með áhyggjur af því að þessi efnislegi hluti eða fjárhagslegi hluti af sambandinu muni ekki ganga upp. Svo gæti þessi fallega tenging hérna líka verið bara tengd vinnustaðnum þínum. Sem ég sé samt ekki alveg að skipti máli akkurat í augnablikinu. Ég ætla að leyfa mig það að taka hérna eitt spil í viðbót til útskýringar. Það er ekki oft sem ég geri það. Ok. Ég ætla að leyfa mig það í þetta sinn. Þú ert að bíða eftir upplýsingum. Mér finnst þess að ég sé að endurtaka sjálfa mig í þessum lesturum hérna. Mér finnst svo mikið sömu hlutirnir sem allir eru að glíma við, burtséð frá því hvar þeir eru staddir í stjörnumerkjahringnum. Þú ert að bíða eftir upplýsingum og eitthvað nýtt komi inn. Hvers vegna það veldur þér svona mikilli angist eða sorg? Það bara get ég ekki sagt, því að það er bara, ég fæ ekkert að vita það. Það er bara stopp. Einhver hindrun sem að stoppar mig í því að fá að vita það. Ég veit bara að það eru fallegir hluti framundan. Fjárhagslega sem og andlega, og þú ert að fara að uppskera kæra vatnsmerki. Burtséð frá þessari fallegu tilfinningatengingu sem ég talaði Fortíðin þín kemur hérna inn. Veljiðan í fortíðinni, nostalgía, þráin eftir því að hlutirnir geti ef til vill orðið eða að þeir verði eins og þeir voru áður fyrr. Við vitum að það er nú oft bara óskhyggja, en þetta gæti líka bara tengst inn á tilfinningatenginguna enn og aftur, að það sé partur af fortíðinni
að sú manneskja sé partur af fortíðinni þinni eða þú hafi þekkt hana áður fyrr eða lengi og það er bara vellíðan og ljúfar og góðar minningar sem koma hérna fram. Þú virðist vera tilbúin til að taka skrefin og halda áfram eða byrja jafnvel upp á nýtt í lífiðinu. Þú ert tilbúin að hefja nýjan kafla. Þrátt fyrir að gamli kaflinn eða það sem er liðið hafi verið erfitt og tekið sinn toll, þá ertu samt, kæra vatnsmerki, þú ert að sýna hugrekki, þú ert að sýna styrk, þú ert að sýna ákveðni og ert ákveðin í því að taka nýju skrefin og láta ekkert stoppa þig varðandi það. Þrátt fyrir þessa áhyggjustöðu hérna akkurat í núinu sem að er tímabundin og mun líða hjá. Þannig að ákveðnin þín og hugrekkið þitt er það sem að mun koma þér áfram og veita þér í raun og veru það sem þú ert að bíða eftir. Ég vil vera viss að þið getið séð hérna. Við setjum þennan kannski bara hérna ofan á. Afsakið. Það er þetta með að láta hugan hlaupa með sig í guðnur og það er dálítið áberandi hjá þér, kæra vatnsmerki, þú þarft svolítið að taka sjálfa þig föstum tökum og þagga niður í neikvæðnisröddum sem eru svolítið að tala þig niður. Sjáu þennan unga mann hérna sem að virðist vera með höfuðverk út af einhverju sem að hrafnin er að segja honum. Er einhver ung manneskja í þínu lífi í þessari stöðu að vera svolítið að glíma við sín eigin huga eða glíma við einhvers konar erfiðleika eða veikindi sem tengjast hugsunum, sem tengjast sjálfsmati og sem tengjast því að hlusta frekar á jákvæðu innri röddina þína heldur en að hlusta á þessi neikvæðu rödd sem að, eins og ég sagði að tala manni niður. Ert þetta þú sjálfur, þú sjálft, kæra vatnsmerki? Ég er ekki alveg viss. Það er svolítið blendin svona orka hérna. Það er ekki mikið meira sem ég get sagt þessi spil í bili. Og það pirrar mig. Kannski fáum við einhver svör í gyðjuspilinu sem ég ætla núna að taka úr þessum fallegu spilum. Þetta eru keltneska gyðjur. Ótrúlega falleg spil og þau verða að sýna mér þolinmæði því að ég er bara að lesa og beinþýða upp á bókinni. Ég er ekki alveg búin að læra þessi spil nógu mikið utan að og spilið sem vil koma til þín það hoppar hérna fram. Ok.
Þetta er Gideon Emer. Hún er númer 44 fyrir ykkur sem eru í talnaspekinni. Stendur fyrir það að vera stoltur af afrekum sínum, hafa sjálfstraust í lagi, var ég ekki að segja þetta áðan, og treysta bara á að þú getir og hlusta á þína jákvæðu innri rödd. Þetta hefur svolítið með það að gera. Hún er írsk, þessi gyðja. Ok, við skulum bara lesa hérna smá skilaboð frá henni. Þú gerir grein fyrir því að sjálfstraust og jákvæð sjálfsmynd eru mjög góðir vinir. Þau gera þig hamingjusaman, hjálpa þér að meta sjálfa þig á raunsæjan hátt og skapa tækifæri. Það sem þú ert að takast á við í daglegu lífi sannar fyrir þér að þú ert mun sterkari en þú heldur. Að vera með sjálfstrausti í lagi gerir lífið miklu auðveldara og dregur líka að þér fólk sem er með sjálfstrausti í lagi og kann að meta þig og þína vinnu og skapa vellíðan. Það eina sem þú ert að gera er bara að horfa á hvernig fólk haga sér í kringu þig til að sjá hvaða tilfinningar það hefur til þín eða hvernig þeim líður gagnvart þér. Það er einhver manneskja hérna sem að á sér stað í hjartaðinu vegna þess að hún hefur jákvæð áhrif á þig og er hjálpsöm og gjafmild og hún er að koma nær og nær. Ef þú ert einhleypt, kæra vatnsmerki, þá gæti þetta verið einhver sem að passar vel við þig og þína orku sem maki. Bara færa þetta, ég sé að glampa svolítið á spilið hana. Og leið og þú lærir að meta sjálfa þig, þá muntu segja nei við fólk sem áður þú hefur sagt já við. MR þýðir eitthvað sem gerist fljótt eða flýtir, asi. Hún vissi að hún var bæði falleg og gáfuð og af því hún kunni að meta sjálfa sig þá setti hún smá verkefni fyrir biðilinn sinn til að komast að raunum hvort að hann væri hennar verður. Þar sem hún hafði yfir svo mörgum jákvæðum eiginleikum að spila. Hún með fallega rödd, mjög kvenleg, gáfuð, bjóðuð fegurð og var einstaklega flink að sauma, eins og sést á myndinni. Emmer beið eftir því að Cullen, sem var hennar biðill, myndi biðja hennar til að hún gæti sanna fyrir honum að kynlíf án ástar myndi stela af henni virðingu hennar. Það er að segja, eftir að tvær manneskjur verða ástfangnar er kynlíf
superior, hvernig þýðum við það? Vonum framar, stórkostlegt, stórfenglegt. Ok, þar sem að kynlíf með ást, eða ást með kynlífi, nærir bæði líkamann og andan. Eftir að þau voru gift, átti Cuchulainn, ég kann ekkert að bera þetta almennilega fram, þið verðið að afsaka það. Ég veit bara að þetta var einhver svona frægur riddari, bardagamaður. Eftir að þau giftust þá átti hann í kynferðissambandi við aðrar konur, með öðrum konum. Og Emir og hann drukku drykk sem fékk þau til að gleyma og fyrirgefa. Viðkvæma blómið hún Emir var ekki afbrýðisöm, með óendanlegu sjálfsstolti og sjálfstrausti vissi hún að Cuchulainn myndi alltaf snúa aftur til hennar. Ok. Hér eru skilaboð til þín. Þú ert að uppgötva nýjar leiðir til að díla við vandamál og rísa yfir efasemdir og með því eykurðu hæfileika þína og gerir framtíðina öruggari en áður. Sjálfstraustið þitt mun vaxa. Um leið og þú hættir að hugsa smátt og ferð að hugsa bara stórt. Með því að gera ekki neitt, þá eykurðu á ótta, en með því að gera og framkvæma, þá eflirðu sjálfstraust. Þó að þið finnist þú ekki vera sterkur eða sterk akkurat núna. Því meira sem þú svona ýtir á sjálfa þig, því meira árangri myndu ná á einhvers konar fundi eða viðburði. Þú munt verða öruggari með að tala og standa fyrir framan fólk og fókusa á markmið en ekki fókusa á vandamál á meðan þú eltir þar sem að þú átt skilið í lífinu. Í ást og í vinnu geturðu ekki neitt einhvern til þess að vera á lausu fyrir þig eða til staðar fyrir þig, en þú hefur engum skyldum að gegna og þarft ekki að bíða eftir að þær ákveði sig þegar tíminn er réttur. Verðu virðingu fyrir tímanum þínum og nota þann vitulega, því að það að elska sjálfa þig er jú jafn gott og betra og jafnvel betra en að elska einhvern annan. Þú skiptir meira máli heldur en þú áttar þig á og fólk metur þig mikils. Þú átt eftir að fókusera meira á allt sem að þér tekst að gera í staðinn fyrir það sem að þú hefur ekki eða tekst ekki að gera. Þannig heldur að áfram að ýta undir velgengni þína. Það að þú fylgir þínum eigin siðferðislega kompás eða áttavita, það eflir vissu þína sem bendir þér í rétta átt til að öðlast meiri velgengni. Þú munt þakka sjálfur þér eða sjálfum þér fyrir þar sem að þú stefnir að í dag, þó að það sé bara lítið markmið, eða hvort sem það er lítið markmið eða stórt. Svo er hérna skilaboð, þú ert nógu vitur
til að vera góð við sjálfa þig en ekki krítísk. Sjálfstraust, trú á sjálfa þig, gerir það að verkum að þolið þitt gagnvart öðru fólki eykst og þú ferð að meta þínar skoðanir meira en áður. Ekki óttast að fólk dæmi þig þegar þú vilt segja nei eða svara neitandi. Ef að efinn kemur, eyddu þá óttanum þínum með því að hugsa allt sem að þú getur áorkað og gert. Þá muntu skapa langvinn og endingagóð sambönd og allt sem þú gerir muntu gera ljómandi vel. Ok. Ég bið ykkur að afsaka ef að þetta er svolítið langt og styrt en svona eru þessi spil bara. Þannig að þetta er gyðja sjálfsvirðingar, sjálfstrausts og hefur allt að gera með það hvað þér finnst hvenær þú ert tilbúin til að gera hluti og það að láta aðra ekki segja þig fyrir verkum eða ýta þér út í eitthvað sem þú vilt ekki. Og þessi áttaviti, þessi siðferðislegi áttaviti sem hann talaði moral compass. Þó að í þessu spili sé verið að tala ást og kynlíf, að það sé meira virði ef að það fer saman, þá getur þetta átt auðvitað bara við ýmsar aðrar aðstæður og aðra hluti í lífinu heldur en það. Við höfum öll okkar okkar siðferðislegu reglur sem við förum eftir í lífinu. Oft er það eitthvað sem kemur bara innan frá, en stundum er það eitthvað sem við höfum lært úr barnæsku eða uppeldi, eða að það er ákveðin gildi kannski sem eru í gangi í fjölskyldunni okkar eða nánasta vinahóp. Og þetta er eitthvað sem við tökum misalvarlega. Stundum erum við kannski hikandi við að fara eftir þessum gildum út af utanaðkomandi þrýstingi eða okkur finnst við vera of ströng eða of hallærisleg eða ekki nógu líbó eða eitthvað slíkt. Og þetta á svo sannarlega við þegar maður er unglingur, en þetta á við okkur öll líka þegar við erum farin að komin á efri ár, skulum við segja, þegar við erum orðin fullorðin. Við þurfum alltaf að gera upp við sjálf okkur. Á ég að fylgja viðmiðum annara eða er mér óhætt að setja bara mín eigin viðmið og fylgja þeim? Þetta er svolítið svona sem þið þurfum kannski að spá aðeins í. Þessi gyðja allavega er að hvetja ykkur til að vera ekki hræddu við að fylgja ykkar eigin áttavita. Já, ok. Kæru vatnsmerki, við látum þetta vera lokaorðin í þetta sinn. Ég vona að þið finnið eitthvað sannleikskorn í þessum spilum eða allavega hafið gaman að þeim. Ég þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta, gangi ykkur allt í haginn. Ljós og kærleikur.